Hæ, ég heiti Kristján. Ég er að fara að fjalla um þriðja kafla kennslubókarinnar Félagsfræði, ég, við og hinn. Ég hef verið að fjalla í öðrum kafla um menningu, þar sem að menning er svo þekking sem við öflum til þess að komast af í umhverfinu okkar. Þegar við fæðumst þá kunnum við ekki neitt, alveg bara ekki neitt. Við kunnum ekki að borða, við kunnum ekki að tala, við sjáum ekki þegar við fæðumst blind, skilur. Þannig að við þurfum að öðlast allt. Það er út í að við erum ekki tilbúin þegar við fæðumst, út í að við erum búin að þróast þannig að hausinn okkar er svo stór að hann kemst ekki út fullvaxinn. Þess vegna erum við svona mjúk og ekki alveg tilbúin til þess að sé að það koma kvikmyndir út við fæðumst. Allavega. Svo út af því að við fæðumst ekki með neina hæfileika til neins, eða rosalega litla, þá þurfum við að læra allt. Og þá er við komumst af okkur svæði, við öðlumst menningu, við söfnum við saman og svo þurfum við að látum við næstu kynslóð fá menninguna sem við erum búin að vera að móta og næsta kynslóð mótar þessa menningu og þú veist, fínpúsar og lætum næstu kynslóð fá sem að gera það sama, svo framvegis. En nú þurfum við allan við þurfum að læra þessa hluti. Þannig að öll þessi menning og öll þessi upplýsingar og kunnátta sem það þarf til þess að hafa, þarf að þjálfa í næstu kynslóð, börnin og þetta. Og þetta er raunin ferli sem hann gengur alla ævi, sko. Þannig að ég er búin að vera að kenna börnunum mínum og svona, en svo er elsti strákurinn minn sem er nú orðinn 16 ára, hann er að fara að byrja í framhaldsskóla. Hann er hann er farin að kenna mér líka, sko. Þannig að það er alls konar drasla á stýru vesinu með stillingar á Snapchat og þá var hann að hjálpa mér með það og ég er strax orðinn ótrúlega gamall og hann er að kenna mér nýja tónlist og alls konar. Þannig að það er það sem kallast þessi víxlaða mótun. Þannig að þessi 4 stig mótun til þess að kenna allt draslið. Frummótunin, þá er það að læra að tala, borða, labba, svo framvegis, alla þá hluti. Svo fara við í skóla og þá fyrir að plana fyrir framtíðina út, við þurfum náttúrulega að kunna lesa og skrifa og svo fara fólk í framhaldsskóla, stúdentspróf og fer í háskóla og til þess að fara að plana ferilinn sinn, þannig að það vill sérhæfa sig í að gera eitthvað sem það verður sérstaklega gott í út af við búum í svo flóknu samfélagi, sko. Víxlaða mótunin er þegar börnin fara að kenna fullorðnu, og svo verður það alveg mikilvægara eftir því sem ég verð eldri, þá fara börnin mín að þurfa að kenna mér miklu meira. Á endanum er ég orðinn svo gamall og svo heilabilaður að ég verð hætt að kunna borða, skilur ég sjálfur, þannig að þá þarf að fara að mata mig, skilur. Þannig að það er þessi víxlaða mótun, sko. Þannig að við byrjum bara sem börn og kunnum ekki neitt og lærum að vera sérfræðingar í einhverju og fyrir svo að kenna hinum og svo fyrir við að tapa þessu sjálf og þá fara aðrir að móta okkur og svo deyjum En svo þetta er svona venjulegt ferli, sko. Stundum og þetta er svona aðeins sjaldgæfara, það er endurmótun. Það er ef að eitthvað er búin að fara úrskeiðis í félagsmótuninni, að þjálfa okkur. Við erum búin að vera í ofbeldisfullu fjölskyldulífi eða einhverju rugli. Við erum búin að lenda í einhverju fíkniefnavanda eða þú veist, það er eitthvað verulega þannig að þá þarf stundum svona mikla breytingu. Þannig að stundum verður fólk fyrir eitthvað svona kröftugri reynslu og frelsast. Allt einn bara finnur Guð eða eitthvað máttarvöld eða einmitt komið það mikið dóbrugla að þau þurfa bara að hætta öllu og fara að endurstokka líf sitt, fara í meðferð, fara í AA-samtökin og þú veist, fara að hreinsa alveg verulega til, sko. Það er þessi endurmótun, sko. Allara, við erum
það eru allir sem fara í gegnum félagsmótun og það eru allir, hún heldur áfram alla ævina og það verður svolítið bara erfiðara að kenna okkur eftir því sem við eldumst út í að það er best að læra ungur og svo verður svona erfiðara að læra og við verðum svona þrjóskari og við verðum svo föst á því að það sem við lærðum þegar við vorum unga er best, þannig að við erum erfiðar með breytingar og svona. Í gamla daga var þetta bara fjölskyldan sem sá þetta og þú veist, þau kendi allt, en núna erum við svona miklu stærra og flóknara samfélagi og þar sem að við erum með alls konar hluti sem þarf að kunna og það geta ekki allir kunnað allt, þannig að við þurfum að sérhæfa okkur og svona, þannig að við erum komið með skóla, við erum komið með stofnanir og alls konar til þess að sjá þetta allt, sko. Allana, þetta er þá félagsmótunin, koma menningunni í fólkið, upplýsingarnir hvernig á að komast af út í það, svo við getum fungerað í heiminum. Allana, þá var það sem sagt mikilvæg hugtök, það er gildi, viðmið, frávik og félagslega taumhald. Sem sagt, gildi eru hugmyndirnar þú veist, hvernig hlutir eiga að vera, hvernig við að vera, hvernig samfélag að vera, hvað er gott, hvað er slæmt og svo framvegis, sko. Og þetta er rauninni það sem liggur á bak við alla hluti sem við gerum. Það er ástæða fyrir öllum, skilur. Það er ástæða fyrir að ég vil vera góður við annað fólk, skilur. Það er og það ég trú á því að þú veist, mitt hlutverk í heiminum sé að gera hann betri. En sko, þetta er allt svona afstætt. Afstætt því að það er ekki fast. Það er ekki alveg ljóst hvað það er, sko. Þannig að gildi geta aldrei einhvern veginn verið svona föst stærð og fyrir náttúrulega til það, þá þurfum við sem sagt viðmiðin til þess að skrá gildin, sko. Og það er sem sagt skráðar eða óskráðar reglur hvernig við að haga okkur, sko. Og við mismunandi aðstæður, hvernig við uppfyllum þessi gildi, þá erum við viðmiðin til þess að stýra okkur áfram. Frávikar þá þegar þessi viðmið eru brotin og eða eitthvað er öðruvísi. Viðmið þarf ekkert endilega að vera, sko, þú veist, eitthvað svona föst lög eða annað. Það nægir stundum að þú veist, fólk klæði sig á ákveðinn hátt og eða greiðir sér með hári einhvern veginn öðru sér, lítur ákveðinu út og við erum svona tilhneiginga að fara svona að haga okkur eins og aðrir bara, þannig að það sé eitthvað svona föst skinn sem ástæði fyrir. Við erum bara svolítið eins og svona fiskitorfa sem svona fylgjum hvort öðru, sko. Allana, og þá sést frávik þegar eitthvað er öðruvísi og það er ekkert sem segir sér að frávik sé endilega gott eða slæmt, en það bara er, sko. En svo sko, sem sagt, taumhald er þá leiðir til þess að fá fólk til þess að fylgja viðmiðunum. Til hvers að hafa reglu ef að það breytir einhver máli hvort þú fylgir reglunni eða ekki. Ok, það er sem sagt, nú skal ég nefna dæmi óformlega hugtökin og svo formlegu þessi. Þannig að við höfum til dæmis gildið kurteisi og sem sagt, það er óformlegt. Og það er rosalega erfitt að segja hvað kurteisi er. Kurteisi er mismunandi í mismunandi löndum. Sums staðar er kurteisi að ropa eftir máltíð og svo framvegis, sko. Við höfum þá viðmiði kannski að þú þarft að halda fyrir munnin þegar þú hóstar út að við viljum ekki dreifa sýklum út allt og svona. Þannig að það er þá ókurteist að hósta á fólk eða prumpa á fólk eða whatever, skilur. Þá erum við með einhver svona viðmið, sko. En þetta er ekkert formleg viðmið. Það er hvergi í lögum hjá okkur að þú veist, að það sé bannað að geispa þegar einhver að tala við sig eða freta á fólk eða þú veist, eða hósta á hans að halda fyrir munnin, sko. Frávikið þá, frá þessu gildi, þessu kurteisi að sem sagt, halda fyrir munnin þegar þú hóstar, það er það að brjóta regluna, skilur. Og það er sem sagt, yfirleitt voðalega einfalt að útskýra hvað frávik er, það er bara að brjóta regluna. En sko, taumhaldið er svo líka getur verið formlegt og óformlegt og það er ekkert ef að
einhver hóstar fyrir framan aðra á þess að halda fyrir munnin, þá fær hann svona illa raudgótur og það þykir ekki svona, það er svona hort niður á það og þannig að maður skynjar það svolítið ef maður er að gera eitthvað sem að öðrum líst ekki á, sko. Eða flestu líst ekki gera það, sko. Ok, þetta er allt óformlegt. Þú veist, hvergi skrifa niður, þetta er bara eitthvað sem við vitum að við gerum, skilur. Það er frekar ljóst að þegar ef þú rekur við fyrir framann fólk að þú færð þessa svipi frá öðrum eitthvað sem annarkvort hlæjaður eða horfa illa á þig eitthvað, þú veist alveg, það er einhver regla þarna sem ég var að brjóta, sko. Þú átt að fylgja þessu. Formlega er samt á þessi eins og, þú veist, umferðarreglur er mjög formlegt viðmið og þar er gildið náttúrulega að við viljum vera örugg, við viljum ekki slasast, við viljum að passa okkur og svona. Þess vegna er þá kannski viðmið er rautt ljós og stoppar á rauðu ljósi og þá er það mjög formlegt, það er í lögum, það er bannað með lögum að fara yfir rauðu ljósi, sko. Og þar færðu refsingu, þar er þess að út sektaðir og eða missir ökuréttindin eða gerir það oft, ég veit ekki hversu oft þú þarft að gera. En svo er náttúrulega, sko, taumhald getur líka verið verðlaun fyrir að gera það sem það átt að gera. Þannig að ef að þeir eru hrósað fyrir að standa þig vel, skilur, þá er það taumhald, þá er verið að segja að þau vilja að þú gerir þetta, en það fyrir að refsa þér fyrir að gera eitthvað ekki, þá er verið að verðlauna þig fyrir að gera það sem þau vilja að gera. En þetta helst allt í hendi, þú sér þetta er, þú veist, þetta passar allt saman. Þú ert með gildi, hvernig átt að, sérst, eitthvað sem við teljum vera gott eða slæmt. Við erum með viðmið sem segir okkur að við eigum að gera eitthvað vist eða að gera ekki eitthvað vist. Og svo erum við með, sérst, er að frávik ef við brjótum þetta viðmið, ef við gerum eitthvað sem á ekki að gera eða gerum ekki eitthvað sem á að gera. Og þá erum við með taumhald sem er þá, sérst, verðlaun fyrir að gera það sem að vilja að þú gerir eða refsing fyrir að gera eitthvað sem er ekki vilja að þú gerir. Þú skilur mig, þetta er system, þetta er allt hannað til þess að stjórna fólki sem að bæði gott og slæmt, sko. En er þetta alltaf rétt? Þú veist, er bara að sé regla, verður þá á fylginni? Skilur, stundum vanta regluna og það er talað um til dæmis eins og löglegt er siðlaust, bara út af það er ekki í lögum þá er ekki hægt að refsa þig fyrir að gera og þá er bara sumir gera það. Stundum eru regla sem make ekkert sens eins og snæhérinn var víst friðaður á Íslandi, hann hefur aldrei búið hérna, sko. Það har aldrei verið snæhéri hérna á Íslandi, en allavega. Stundum er, sko, refsingar verri heldur en sjálfur glæpurinn, skilur við. Og þá er taumhaldið í rauninni ekki að skila því sem á að skila sér. Til dæmis 10 ára fangelsi fyrir að nota dópi í Singapúr. Ég meina, er það þessi verðið, sko. Og stundum, sko, virkar kannski, pælingin er að gera eitthvað gott en það virkar bara ekki. Það er eins og þegar þú þarft að hylja hárið þitt í Íran og þér er refsað fyrir að gera það ekki. Það er þessi mynd öðrum megin. En svo, sko, í Frakklandi er búrkubann og það átti að hjálpa þeim sem konunum sem var að kúga sem við látum að vera í búrku. Þannig að þau fóru að refsa konum fyrir að hylja hárið á sér. Þannig að á báðum stöðum er að vera vond, að refsa konum en það fyrir öfugan hlutin og markmiður í báðum skiptum að vernda konurnar, sko. Samið með, sko, það að brjóta reglur er ekkert endilega slæmar ef að reglan er vond. Og það eru til fjöldi dæmi þetta að reglur hafa brotnar vegna þess að það eru ósanngjarnar. Þannig að það er okkar hlutverk að pæla sjálf í reglunum og okkar siðferði. Erum við að gera rétt eða erum við að gera rangt? Og þannig að það þýðir ekki bara að fylgja ykkur reglum í blindni, sko. Við þurfum að pæla þetta sjálf. Allana, herru, meira um þetta síðar. Bæjó.